80. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi fund settan. Hér á dagskrá í dag eru eftirtalin mál. Það eru fundargerðir fyrst til staðfestingar. Það er fundargerð bæjarráðs nr. 640 og 641. Tekna saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Eigna skipulags- og umhverfisnefndar nr. 247. Ungmennaráðs nr. 1. Félagsmálanefndar nr. 128 og barnaverndarnefndar nr. 110. Þá eru hér jafnframt 3 almenn mál. Það eru hér fyrst reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, endurskoðaðar reglur, þá til einnar umræðu. Eins snjómokstur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega, endurskoðaðar reglur. Þeir hafa áður hlotið umræðu í 2 umræður og tekið gildi. Og síðan hér Búðareyri 2 Reyðarfirði kaupsamningur. Áður með göngu til dagskrá vil ég óska til því við bæjarstjórn að undir liðnum Búðareyri 2 Reyðarfirði að fá að víkja undir þeim fundi. Það tengist því að að ræða kaupsamning eða kauptilboð sem er hér til umræðu og afgreiðslu af eign sem er í eigu Sparisjóðs Austurlands, þar sem ég sitt í stjórn einnig fyrir sveitarfélagið. Og ég hef því óskað eftir bæði þar innan stjórnar og hér að taka ekki þátt í afgreiðslu þessa máls. Ég umfjöllun það og geri það vegna setu minnar í stjórnarbáðum. Hef engan persónulegan ávinning af málinu, ég á ekki hlutafé í Sparisjóðnum, ég hef átt stofnfé þar áður meðan það kerfi var við lýði. Hef setið þar í stjórn síðastliðin ár fyrir Fjarðabyggð en til rétta að víkja undir þessum lið þar sem ég sit á báðum stöðum. Og Eydís Ásbjörnsdóttir mun taka við stjórn fundarins og Ívar Dan Arnarsson varamaður minn mun taka sæti í bæjarstjórn í þessum lið. En þá skulum við ganga til dagskrár og fyrir fyrsta dagskrár eru fundargerðir bæjarráðs nr. 640 og 641. Orðið laust, Eydís Ásbjörnsdóttir hefur beðið um orðið. Gerðu svo vel, Eydís. Forseti, staðgengil bæjarstjóra, ágætu bæjarfulltrúar og aðra gestir. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs nr. 640 og 641. En í fyrir fundargerðinni þá kom hún Ásta Sigríður Skúladóttir, manneskjastjóri Fjarðabyggðar, inn á fund bæjarráðs og fór yfir manneskjamál sveitarfélagsins og verkefni sviðsins. Og einnig kom inn á sama fund Ari Allansson, forstöðumaður menningarstofu, og hann fór yfir verkefni menningarstofu og starfið framundan. En við erum að leggja meira í þessi menningarmál núna sem er mikið velt til að fylgja eftir nýsamþykktri endurskoðaðri menningarstefnu og til að auka mannlífið og afþreyingu í sveitarfélaginu. Það var gestkvæmt hjá okkur á þessum fundi og hérna undir lið 4 þá kom sviðsstjóri framkvæmdasviðs inn á fund bæjarráðs og fór yfir framkvæmdir við stækkun leikskólans Lyngholts. Staðan er svo að kostnaðar- og verkáætlun heldur nokkurn veginn samkvæmt áætlun. Miðjan desember þá verða 5 deildir tilbúnar til notkunar. Gamla rýmið verður þó ekki klárt í byrjun janúar eins og til stóð en svo vinna er á góðu róli núna og ef allt gengur upp ætti það nást 17. janúar. Sviðsstjóri framkvæmdasviðs fór einnig þennan sama dag inn á fund eignaskipulags- og umhverfisnefndar og kynnti byggingaframkvæmdina fyrir nefndinni þar. Það eru liðir 1 og 2 í fundargerð 641. En félagsmálanefnd hefur samþykkt endurskoðaðar reglur garðslátt og snjómokstur fyrir eldri borgara og öryrkja og bæjarráð hefur staðfest reglurnar fyrir sitt leyti og verða teknar fyrir til samþykkta bæjarstjórnar hérna undir almenn mál hérna á eftir. Takk fyrir. Fyrir Eydís vilja fleiri hvers ljós undir fundargerðum bæjarráðs. Svo virðist ekki vera, ég ber það til saðendar, það eru saðendar með 9 atkvæðum. Þá hér næst fundargerð eigna skipulags- og umhverfisnefndar. Vill einhver hvað þessi hljóðs hana? Svo virðist ekki vera, ég ber það til saðendar, hún er saðend með 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð ungmennaráðs.
leið orðið laust hana og skættir að fá að kveða með ljós aðeins undir fundagerð ungmennaráðs. Þetta fyrsta fundagerð sem nýs ungmennaráðs og það sé nú því sé til haga haldið að þetta er ekki fyrsta skeið sem ungmennaráð kemur hér saman. Heldur einungis það er búið að skipa nýtt eins og vera á haustin. Ég veit nota tækifærið og óska nýkjörnu ungmennaráði til hamingju með kjörið og leið líka svo sem bara farið við það. Við þurfum nú að núna í upphafi nýs árs að kalla það til fundar með okkur líkt og við höfum gert. Við höfum þetta að halda hér reglu á að vera með einn og jafnvel og helst náttúrulega 2 fundi ári ungmennaráði bæði á fyrri og seinni part ársins. Hefur nú ekki náðst í haust vegna þess að það var verið að koma því á að skipi það og það er að hefja sín störf. Við þurfum bara líkt og aðra og bara brýna fyrir bara okkur hér og líka í nefndum sem við erum með að hafa þetta í huga. Við höfum verið að reyna á síðastliðnum árum að svona koma reglu á, ekki segja það, hlutverk ungmennaráðs að við óskum eftir því að þau komi með inn í sendaði mál til umsagnarjafnvel sem við teljum að þurfum að fá víðari sýn á og svo framvegis og við þurfum að vinna því áfram eins og við höfum gert og gera það meira og betur. Við höfum ekki alveg náð því eins og við vilja sjá. Þannig að við þurfum svolítið að setja þenni núna starfa okkar á 9 ári, bæði í nefndum og bæjarstjórn, bæjaráði, að óska eftir því það sem við til sérstaklega þeim málaflokkum eða málum sem við teljum að þurfum nauðsynlega að fá kannski víðari sýn á. Þannig að ég óska bara eftir vona að það verði gott samstarf ungmennaráð, líkt og verið hefur. Það hafa verið góður og gagnlegir fundir sem við höfum átt með þeim hér, fengið frá þeim mál, tekið til umfjöllunar, sett þau inn í starfsáætlun þar sem við þau eru átt og svo framvegis. En við þurfum líka að skoða þetta mjög vandlega núna og gerir ráð fyrir því að við fljótlega í upphafi núna nýs árs þá munum við funda með ungmennaráði bæjarstjórn sem líkt og verið hefur. En það var ekki vilja fleiri kveða sér hljóðs. Svo ekki, þá hér næst fundagerð félagsmálanefndar nr. 128, orðið laust hana. Vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki verið, ég ber hann til saðhendar. Hún er saðhend með 9 atkvæðum. Þá er að fundagerð barnaverndarnefndar nr. 110. Vill einhver kveða sér hljóðs hana? Svo virðist ekki verið, ég ber hann til saðhendar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum hér komin í liðin almenn mál og þar er fyrst liður 7 reglur garðslátt fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Hér erum að endurskoða reglur sem áður hafa verið settar garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja. Félagsmálanefnd og bæjarráð hafa samþykkt reglunar og þeim vísa heiti samþykktar í bæjarstjórn. Þau snú þessi endurskoðun snýr nú kannski fyrst og síðast aðeins af svona umhaldi og breytingum aðeins í tengslum við tekjumörk og fjármagnstekjur og annað slíkt. Til samræmis það er reglur sem við höfum hér fasteignagjöld og fleira. Þannig að tillit hefur verið tekið til þess ásamt sem ýmis minni háttar mála. Orðið laust þessar reglur, vill einhver þessi hljóðs? Svo virðist ekki vera, ég ber þar upp, það eru samt með 9 atkvæðum. Þá er það hér reglur snjómokstur fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega. Það er sömuleiðis áður sagði, þær reglur hafa verið áður settar, en er hér núna að liggja fyrir að nýju endurskoðaðar með sama hætti og fyrir reglur sem hér voru. Er að ræða breytingar sem lúta tekjumörkum eða sem lúta fjármagnstekjum og fleira. Og til samræmis þá við reglur fasteignagjöld. Jafnframt hefum við gert svona minni háttar breytingar á orðalagi einhverju slíku. Orðið laust þessar reglur, engin kveða þessu ljós, ég ber eftir samþykktar. Það er samt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hér í lið 9, búðarrið 2, þar sem ég hef óskað eftir að fá að víkja. Eydís Ásbjörn tekur við og Ívar Dan Arnarsson, minn varamaður, tekur sæti hér á fundinum á meðan. Já, þá erum við komin í lið 9, almenn mál og ég býð Ívar Dan Arnarsson velkomin hérna til setu á sínum undir þessum lið á sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Það er liðurinn Búðareyri 2 Reyðarfirði kaupsamningur. Lagt fram samþykkt kauptilboð fasteignanna Búðareyri 2 á Reyðarfirði sem við tökum hérna og ég legg hérna fram eftirfarandi tillögu. En fyrir liggur til umræðu og samþykktar bæjarstjórnar kauptilboð Fjarðabyggðar í húseignina
að Búðareyri 2 á Reyðarfirði, sem áætluð sem framtíðar aðstaða bæjarskrifstofu sveitarfélagsins. Stefna sveitarfélagsins hefur á liðnum árum verið að hverfa frá því fyrirkomulagi að leigja eignir undir starfsemi sína og festa kaup á þeim í staðinn. Í þeim tilvikum sem slíkt var mögulegt, eins og í tilfellum Fjarðabyggðarhallarinnar, Sundlaugar á Eskifirði, slökkvistöðvar á Hrauni, húsnæði líkamsræktarstöðvarinnar á Reyðarfirði og sal eldri borgara í Melgerði. Hefur það verið mat bæjarstjórnar að hverju sinni að slíkt væri hagfelldara fyrir sveitarfélagið. Leigusamningar húsnæði gagnvart þriðja aðila eru færðir meðal langtíma skuldbindinga út leigutíma þannig að fjárfesting í húsnæði hefur ekki áhrif á skuldir sveitarfélagsins eða væntar fjárfestinga þess. Rekstur sveitarfélagsins ætti frekar heima í eigin húsnæði sem hannað með þarfir þess í huga. Með þessu mun sparast í rekstri sveitarfélagsins til framtíðar og verður leigukostnaður nýttur til uppbyggingar eigins húsnæði fyrir bæjarskrifstofur Fjarðabyggðar. Mun þessi aðgerð því ekki hafa áhrif á aðra fjárfestingar sveitarfélagsins sem áætlar eru á fjárhagsáætlun til næstu ára. Fyrir liggur að núverandi húsnæði bæjarskrifstofur Fjarðabyggðar að Hafnargötu 2 á Reyðarfirði rúmar ekki starfsemi sveitarfélagsins og við því þarf að bregðast. Hefur öll bæjarstjórn samþykkt stjórnkerfisbreytingar á þessu ári sem hafa í för með sér ýmsar breytingar á sviðum sveitarfélagsins og starfsmannafjölda. Fjarðabyggð hefur leigt húsnæðið að Hafnargötu 2 með 15 ára bindandi leigusamningi sem rennur út þann 1. mars 2020 og því hafa húsnæðismál bæjarskrifstofu sveitarfélagsins verið til skoðunar. Með því að kaupa Búðareyri 2 horft til þess að þangað færist starfsemi bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar á næstu árum og uppbygging bæjarskrifstofunar á þessum stað styrki miðbæ Reyðarfjarðar. Í byrjun verði efri hæð hússins tekið til notkunar og síðan húsið allt leigjendur sem þar eru nú flytjast starfsemi sína. Í framhaldi verður metin þörf á viðbyggingu og hönnun hennar. Stefnt verði að því að leigja núverandi húsnæði bæjarskrifstofu á meðan eða þanga til allri starfsemi bæjarskrifstofunum verður komið fyrir undir sama þak. Jafnframt samþykir bæjarstjórn að vísa til gerðar viðauka kaupum fasteignarinnar og fjármögnun. Fjármálastjóra falið að útfæra viðaukan og leggja hann fyrir bæjarráð til afgreiðslu. Áður en ég gef orðið laust þá ætla ég aðeins að kveða mér undir hljóðs. Eins og framkemur í tillögunni og í núverandi leigusamningur húsnæðisins sem hýsir bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar að renna út núna 1. mars 2020. Ekki hefur verið komist að samkomulagi leiguverð en kröfur af okkar hálfu að mikil lækkun verði frá því sem nú er. Við erum núna að greiða 30 milljónir á ári í leigu sem var bindandi samningur til 15 ára. Það hefur í gegnum árin verið reynt að fá leigusala til að lækka leiguna án árangurs en þetta leiguverð á sér fáa hliðstæði út á landsbyggðina að því tel. Í mínum huga þetta einfalt reiknistæmi út frá fjármunum að hagstæra sig að kaupa þessa fasteign undir starfsemina en að leigja til framtíðar og fara því betur með skatt við almennings. Þessi kaup hafa ekki áhrif á aðrar áætlanir í fjárfestingum enda mun rekstur eigin húsnæðis verða hagkvæmari heldur en að leigja af þriðja aðila. En orðið laust. Ragnar Sigurðsson. Forseti, staðgengir bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og aðrir gestir í sal. Þetta mál að öllu leyti sérstakt, svo ekki sem meira sagt. Hér lögð fyrir okkur tillaga samhliða því að taka í máli fyrir á dagskrá
engin kynning á þessari tillögu fyrir fundin eða á nokkrum tímapunkti. Liggur ekki einu sinni fyrir á borðum þegar bæjarstjórnarfundur er settur. Mér minnistætt þegar Fjarðarlistin gerði athugasemd við þetta í mun veigaminna máli á síðasta kjörtímabili sem sneri að viljayfirlýsingu, var ekki bindandi og við því var brugðist og það var bara tekið tillit til þeirra athugasemda. Hér erum við að ræða framtíðarskipan bæjarskrifstofu og Fjarðabyggðar og sá sem hér stendur fékk erindisbréf við lok síðasta árs framtíðarskipan húsnæðismála bæjarskrifstofu og settur starfshópur á þessu meirihluta. Og markmið hópsins var, með leyfi forseta, að þarfagreina starfsemi bæjarskrifstofu og leggja fram tillögur framtíðarskipan húsnæðismála bæjarskrifstofu. Hópnum var falin 2 meginverkefni. Þarfagreiningu á húsnæðinu, tillögur valkosti vegna framtíðarskipan húsnæðismála bæjarskrifstofu. Þetta eru þessi 2 meginverkefni og í vinnunni var áætlað að hópurinn myndi skila niðurstöðum með áætlun kostnað vegna vinnu við greiningu valkosta. Áætlun á kostnaði mismunandi valkosta. Greina mögulegar útfærslur á starfseminni miðað við núverandi umfang með mögulegri aukningu á umfangi. Jafnframt átt að meta tengda þætti starfseminnar, aðkomu, staðsetningu og ásýnd. Númer 2, fjölþætti notkun og notkunarmöguleika og 3 fara yfir staðsetningu og ferðir starfsmanna. Þessum niðurstöðum átti hópurinn til að skila til bæjarráðs eigi síðar en 1. apríl 2019. Þeim niðurstöðum var því miður ekki skila að mér sé kunnugt en hópurinn hittist 3-4 sinnum og var farið yfir mismunandi valkosti þar og voru gagnlegar og góðar umræður og niðurstaðan var engar síður svo alltaf af hvern einasta fund að forgangsmáli var að ná leigunni hér niður, sem ég held að við séum öll sammála Og ég verð því að segja, ég er undrandi á því að ekki sé lögð áherslu á það að vinna málið áfram innan starfshópsins með því að endurvekja hann eða minnstakosti leggja ítalegri vinnu tengt þeim valkosti sem hér er lagður á borð. Kaupa húsnæði sem á að hýsa framtíðar húsakost bæjarskrifstofu án þess að fyrirliggi hönnun, þarfagreining, kostnaðaráætlun eða nokkuð annað við að hýsa framtíðar húsnæði bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Og að ætla okkur hér í bæjarstjórn að taka ákvörðun þetta á nokkur að gagna finnst mér mjög ólýðræðislegt og mér finnst það eiginlega bara galið. Ég get því með engu móti samþykkt fyrirhuguð kaup á húsnæðinu án þess að fá ítalegri kynningu á þeirri vinnu sem við ætlum að leggja í. Það væri því mun nær að endurvekja starfshópinn sem formaður bæjarráðs hefur setið í ásamt bæjarstjóra og fleirum til að ákvarða framtíðinni þessum efnum. Finna tímabundna lausnir og marka okkur stefnu í uppbyggingu ráðhús í framtíðinni án óðagots og með yfirvegun. Ég leyfi mér að fullyrða hér að ekkert sveitafélag hefur á neinum tímapunkti tekið ákvörðun uppbyggingu ráðhús með þessum hætti. Kauptilboð sem bundið trúnaði og því ákveðu lokuðum fundi án ítarlegra umræðna og í raun á nokkura vinnu við að afla gagna svo bæjarfulltrúar hér geti tekið upplýsta ákvörðun. Dýrum Pála, gjörðu svo vel. Svifla mér hérna. Já. Staðgengill bæjarstjóra, staðgengill forseta, bæjarfulltrúar. Það er liður 9 í almennum málum. Það sem ekki liggur fyrir kostnaðaráætlun fyrir kaupum að búðari 2, fyrirhuguðum framkvæmdum við húsnæðið. Og þá get ég ekki sett atkvæði mitt við þennan lið. Pálína, beðar málið, gjörðu svo vel.
Já, forseti, staðgengil bæjarstjóra og góða fundamenn. Ég veit ekki alveg að hverju Ragnar í að hérna. Ég var nú reyndar í þessum starfshópi líka sem fjallaði þessi húsnæðismál og ég vil svolítið meina eins og staðan núna, þá höfum við svolítið gripið gæsina. Þó að þetta hús hafi ekki verið til umræðu og það sé ekki alveg búið að þarfagreina það, þá liggur það alveg ljóst fyrir að við erum í kröggum með okkar starfsemi í þessu húsnæði sem við erum í dag. Og við þurfum að koma hluta af því fólki sem hér innhandira í annað rými. Það bara, ég held að við værum öll að tala á þeirri blaðsíðu og við erum að borga hérna slatt af milljónum í húsaleigu á hverju einasta ári og ég allavega lít svo á að þetta húsabúðareyris 2 sé á góðum prís. Það sem komið hefur fram og og þó að sé ekki bara að útfæra það neitt nánar, þá erum við bara á þeim stað og okkur vantar pláss núna. Við getum ekki boðið lengur starfsfólkinu upp á að vera í þessu húsnæði. Minnst það bara alveg liggja ljóst. Takk. Ragnar, varst þú? Ég þakka svörin frá Pálínu, það er alveg rétt sem að kom hér fram að það er þörf á að fara yfir framtíðar húsakost bæjarskrifstofna. Það geta komið upp ýmsir valkostir við það eins og var farið yfir í starfshópnum og það er í lóga lagi hægt að kalla þann hóp saman til þess að fara yfir þennan valkost. Minnstakosti leggja fram betri vinnu við það að greina þetta. Þú segir kostakjör, ég veit ekkert það, ég hef ekki séð umrætt húsnæði. Ég hef engin gögn til þess að meta það hvort þetta séu góð kaup eða ekki. Það er verið að ætlast ég til þess að ég samþykki kaupa húsnæði án þess að ég hafi fengið nokkur gögn það. Það er bara óboðlegt. Hvað fyrir Ragnar? Sigurður Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, fórseti bæjarstjóri og ágæti bæjarfulltrúar. Ég lít náttúrulega svona svolítið svipað á þetta og Pálína. Það er að segja að það býðst skyndilega húsnæði sem var ekki til umræðu þegar starfshópurinn var að starfa á mjög hagstæðu verði og svona svolítið dauðafæri að leysa hér ákveðin brýn húsnæðismál. Húsnæði hér er sprungið, það er alls ekki gott. Við erum að taka hér ákvarðanir að styrkja hjá okkur fjölskyldusviðið og fjölga starfsfólki og það er bara mjög brýnt að hér rýmki fólk og þarna var tækifæri til þess að leysa það mjög hratt og örugglega. Það eru leigjendur í þessu húsi sem að borga leigu sem þýðir það að þetta kemur heilt yfir held ég mjög hagstætt út fyrir okkur. Svo náttúrulega var þetta ákveðið dauðafæri að tryggja sér lóð og vísi að ráðhúsi á besta stað í miðbæ Reyðarfjarðar. Og það veitir ekkert að því að kannski aðeins að halda áfram með uppbyggingu á miðbæ á Reyðarfirði. Ég held að sé allir sammála um það. Þannig að það þurfti að hugsa hratt þegar þessi ákvörðun er tekin en það var engin óeining hana meðal fulltrúa meirihlutans. Vilja fleiri, hvað er þessi þjóð? Pálín? Nei, er ekki dýrum Pála, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar. Það er nokkuð ljóst að þessi umræða hefði þurft að fara fyrir á stað. Við erum til þess að ná einingu þetta mál því að við vitum alveg
hversu brýnt það er að fara út úr þessu húsnæði eða að stækka við okkur, en akkurat þessi leið, hvort að hún sé endilega svo réttasta, ég veit það ekki. Fyrir mína parta þá hefði þurft að kynna þetta betur inn í hópinn. Þetta var vakin upp þessi umræða á lokuðum trúnaðarfundi og síðan í rauninni svolítið skellt þessu á borðið fyrir framan okkur, þannig að ákvörðunin er mjög erfið að taka. Það eru margir kostir sjálfsagt til í stöðinni ef við rýnum. Vissulega er þetta miðbærinn á Reyðarfirði og vissulega viljum við byggja hann upp. En það eru líka, við erum að hugsa til framtíðar og mér finnst einhvern veginn ekki nógu ljóst og ekki nógu grannt búið að skoða til framtíðar þetta húsnæði. Jú, það liggja fyrir mögulega stækkun og lóð, en það þarf alltaf grendakynningu væntanlega ef við ætlum að stækka þetta mikið. Þetta er ofan í íbúðarhúsum, þarna baka til. Það er svona ýmislegt sem að er óljóst til framtíðar með þetta. Við eigum líka eignir, við eigum tómar eignir sem að væri hægt að flytja í, væri hægt að gera annað. Við eigum hluta í húsi hér í miðbænum, þannig að ég veit það ekki. Þetta er óljóst og þetta er óþægileg staða sem að við erum sett í. Gunnar Jónsson, staðgengill bæjarstjóri, hefur gefið orðið. Gjörðu svo vel, Gunnar. Nú, oddviti ágætu fundamenn, ég ætla nú aðeins bara svona til að rifja upp bara pínlítið söguna til að koma með hana hérna inn til þess að gera svona bæði fulltrúum ljós hvernig þessi húsnæðismál eru hérna upphaflega þegar við fórum í að byggja upp hérna aðstöðu inn á Reyðarfirði. Þá var húsnæði fyrst sem að við fluttum í, þá var ekki nema helmingur af þeirri aðstöðu sem að sér húsnæði okkar í dag. Þá var gert ráð fyrir að það væru 10 starfsaðstöður hérna í húsinu og hérna mötuneyti hjá okkur og salins aðstæða og annað, hún var byggð upp miðað við í raun og þær þarfir. Þá var verið að loka skrifstofunni á Eskifirði og hún sameinuð hérna inn á Reyðarfirði og menn töldu þá á sínum tíma að þetta væri bara nokkuð gott. Menn væri bara, þú veist, með 2 stjórnsýslu svona miðstöðar. Síðan tekin ákvörðun 2009, eða réttar að sagt 2005 í aðdragandu þegar við sameinum í raun og veru sveitafélögin. Hérna Austurbyggð og Fáskrúðsfjarðarhrepp og Mjóafjarðarhrepp og í Fjarðarbyggðinni. Að þá tökum við ákvörðun það að hérna, við færum starfsemina hingað inn og þá er ákveðið að bæta við þessari viðbyggingu sem komin er í dag. Við það bættust einhverjar þá 8 starfsstöðvar til viðbótar, þannig að við vorum orðin hérna 18 og þokkalega rúmdum okkur. Það er að gerast á árinu 2006 sem það gerist. 2009 er síðan ákveðið að loka skrifstofunum á Norðfirði. Og í dag er það þannig að við erum með 33 vinnustöðvar hérna inni sem er í þessu húsnæði í dag. Við nýtum það mötuneyti sem var hugsað uppalega hérna fyrir okkur sem aðstöðu fyrir einhverja 8-10 starfsmenn og öll önnur í raun og veru umgerð skrifstofunar hún náttúrulega löngu sprakk. Þannig að það er nú svona eiginlega saga sem að þú veist fylgir þessu hvernig þessi aðstæði er og kannski svona hversu brýn að að leysa úr í raun og veru húsnæðismálum. Varðandi síðan útfærsluna á því hvernig við hérna leysum þetta að þá held ég að hérna, ég held að það svona bara menni náttúrulega eftir að sjá hvernig hún verður gerð. Við örugglega vöndum okkur við það að kíkja á hvernig við útfærum stjórnsýsluna til framtíðar. En ég held svona heilt yfir að hérna, þörfin sé allavega brýn. Þannig að í guðan og bænum hérna, við erum sammála það og hérna, þetta er gott mál. Við leysum þetta örugglega farsalega. Takk fyrir. Orðið er laust. Rúnar Már Gunnarsson, gjörðu svo vel. Staðgengill bæjarstjóra, forseti og
og félagar. Þetta er heilmikið mál að ákveða með skrifstofur fyrir Fjarðabyggð. Við vorum alls sammála það að við ætlum að reyna að hafa þær á Reyðarfirði og það er búið að skoða ýmislegt og þessi nefnd búin að vera á ferðinni og skoða og mér skilst hún að við lítið fundið. Síðan býðst okkur þetta hús að ég tel á mjög góðu verði. Ragnar talaði áður að hann vissi ekki þetta hús en leið og ég frétti eitthvað af húsinu þá byrjaði ég að hlaupa hringinn í kringu það og fór svo að hitti þá hjá Eflu. Þannig ég hef þetta skoðaði húsið og húsið er bara ljómandi gott eins og það er. Ég hef búin að stika lóðina og það er líka hægt að stækka húsið heilmikið. Ég er einu sinni þannig gerður að ég vil byrja á því að taka ákvörðun og svo fyrir við að teikna. Við teiknum ekki áður við tökum ákvörðun. Það kostar fullt af peningum að teikna og hanna hús sem við ætlum svo aldrei að kaupa. Þess vegna byrjum við bara á að kaupa húsið og svo fyrir við að teiknum og hönnum eins og við viljum hafa þetta. Þess vegna ætla ég að segja já og ég tel að þetta sé mikið framfarsskref fyrir Fjarðabyggð að fara loksins í það að eignast hús. Þetta hús sem vorum að kaupa þarna áðan, þetta kostar ekki nú 1,5 ár í leigu. Þannig að við erum búin í dag á þessum 15 árum miðað við verðið í dag að borga 450 milljónir fyrir þetta hús. Leiguna. Það er allt of mikið, krakkar. Það er allt of mikið. 450 milljónir, getur við búin að byggja mörgu sinnum ráðhús fyrir Fjarðabyggð, fyrir þessar 450 milljónir. Þannig að hika núna að fá húsnæði á besta stað á Reyðarfirði. Ég tala ekki hvað Reyðfirðingar hljóta nú vera glaðir að við skulum vera búin að ákveða þá þegar við erum búin að byggja þetta hús, kaupa þetta hús, að við ætlum að vera á Reyðarfirði. Við hefum alveg skemmt dottu Eskifjörð. Tala ekki um Norðfjörð. Það hefði verið toppurinn. En nú erum við bara búin að ákveða það við ætlum að vera á Reyðarfirði með þessu og húsið er bara ljómandi gott og þetta verður flottur staður. Takk fyrir þetta, Rúnar. Vilja fleiri kveðast til? Heyrðu, þá ætla ég aðeins að fara yfir að starfshópurinn misti umboð sitt 1. apríl síðastliðinn og þar lá fyrir þegar að sú vinna var búin, þar lá fyrir þarfagreining sem á kostnaðarmat og staðsetningin á Reyðarfirði en aftur á móti var ekki rætt um þetta tiltekna húsnæði en svo kom það í auglýsingu þannig að vissulega hafa hlutinni gerst hratt en þarna við erum að tala um að kaupa þetta húsnæði, við erum að ekki komin þóttu sem stefna í það að byggja við og annað þá erum við að það snýst þetta um kaupin og svo þarf að hanna og svo liggur þessi þarfagreining fyrir svo að hægt segja þá er hægt að vinna úr henni en ég kom byrjaði í bæjarstjórn 2010 og þá var talað um það strax þá að þetta húsnæði væri óhentugt og mikil þrengsli og við erum að þannum stað núna 2019 og eins og ég hef komið inn á og fleiri að þá er þetta búið að gríðarlega háleiga og þannig að ég held að við sem á réttri leið og ég er bara fullviss um það. Þannig að nú ætla ég að leggja þessa tillögu upp til atkvæðagreiðslu og þeir sem hana samþykja réttubönd og einhverjir á móti. Þá er hún samþykkt með 7 atkvæðum og 2 á móti. Þá má forseti stíga í sal aftur. Herðu, þá þakka ég fyrir og þakka Ívari fyrir að taka mitt sæti hér á meðan.
þá erum við bara komin að því að ég slít fundi. Það ég konum bara inn þess, ég þakka bara bæjarfulltrúum fundarsetuna, eins og með þekkja þá einn fundur í desember, allar 12. desember, ég ekki að fara með 5. Og ég til hans verið búið með dagskrá, öðru leiti þakka ég bæjarfulltrúum fundarsetuna og segi fundi í slít.